Komið sæl og velkomin í Eitt og annað. Í þessum þætti ætlum við að fjalla ýmislegt markvert frá árinu 2018 í Skagafirði. Utís á Sauðárkróki var vettvangur fyrir kennara og skólafólk til að miðla reynslu sinni og kynna sér það helsta í skólamálum og upplýsingatækni. Mikil vakning hefur verið hér á landi síðustu árum að auka aðgengi kennara að tæknilausnum til að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Á annað 100 kennara af öllu landinu sóttu sér nýja þekkingu á ráðstefnunu Utís upplýsingatækni í skólum sem haldin var í 4. sinn á Sauðárkróki en aukin eftirspurn eftir slíkri símenntun fyrir kennara og komust færri að en vildu. Ég kem á Utís bara til að læra og nærast kannski. Næra sjálfa mig sem kennara og fagmann í skólastarfi og fá nýjar hugmyndir og víkka samfélagsreikinn. Hvaða næringu færðu helst hérna þá? Ég kannski hugmyndir, ég fæ svona ný sjónarhorn kannski á kennslu og skólastarf, hvernig hægt að nálgast hlutina með nýjum hætti og hvernig ég get þá, fært það inn í mitt kennsluumhverfi. Með nýjum miðlum og tækni þarf nýja færni við lestur, innkoma hugtök eins og miðlalæsi og stafrænt læsi. I think there's so many ways that we can go deeper and broader in literacy with technology. Giving kids the opportunity to access through images helps build background knowledge. We can use video as a tool for fueling comprehension. And now, instead of just having access to the books that are in our school or our room, we have access to books around the world as well as people. And so it allows us to use these new tools to get a better picture of humanity. So we teach kids to read to learn about themselves, to read to learn about others, and hopefully then build this cause where they want to take action to do something to impact the larger world and to show that they care and to be excited as citizens of the future. We've defined reading so linear for a long time. It's a book, there's words, you read it, questions at the end. But now we need to talk about reading graphics because as you look around, our world is so visual. Video content has surged all over the place, and so we need to teach kids to read that video because on any website you open, it starts with a video or an image, and then you have to make an intentional choice whether you will read the information that goes with it or not. No teacher has been schooled in digital literacy, and the field is changing so quickly. And so I think opportunities like this conference where they can go and learn and get some insight into the what's next with literacy, or even just that spark where they go home then and start doing further research. Teacher learning opportunities are so critical to supporting kids moving forward. Aðgengi að upplýsingum í dag nánast ótakmarkað. Fyrri kynslóðir ólust upp við að svörin væri að finna annarkvort í bókum eða hjá kennaranum. En hlutverk kennara hefur breyst mikið og snýst í auknum mæli að aðstoða nemendur við að spyrja réttu spurningana og vera með gagnrýna hugsun. Færni til að greina og leysa vandamál svo kölluð hönnunar hugsun aðferð sem notuð í auknum mæli í kennslu í dag. Design thinking is a method that we use to teach kids how to solve problems, but it's a method and a mindset. So it's about learning some creative thinking tools. So we have like games and activities that we play to help students understand how to empathize with other people. So how do you understand a problem from someone else's perspective? And then how do you take that and come up with creative solutions to solve that problem? So there's a process involved in that mirrors sort of the design process that designers would use, but they're not always creating a thing. Sometimes what they create is an idea or a game or a solution, or it doesn't have to be like a physical object that they make, but the idea is the process of solving the problems. And then along with that comes this mindset of seeing challenges as opportunities. So how do you see a problem in the world and think, hey, let's fix that, instead of
oh, there's a problem, let's complain about it, you know? Like, how do you create that optimism and that mindset? And I think that comes from just practice, from showing kids that they have a voice. It's really about student agency and student voice and making them feel like they are part of a community and that they have an impact on the world beyond the classroom. Especially because for us in school growing up, school was about getting the right answer, you know? Like there were two places where you could find answers. It was your teacher or a book, you know? But now kids have more access to information in their phone than we could have imagined. And so I think our mindset as adults is a little different because we didn't grow up with the same access that they have. And so I think there's a big opportunity there for us to think about how we shift the way that we think about learning from my job as a teacher is to tell you the answers to my job as the teacher is to help you ask the right questions and how that can empower kids to make a big difference in the world. Miklu skiptir að nemendur kunna greina alvöru vandamál og séu stakkbúnir til að leysa þau. Þá ekki síður mikilvægt að nemendur hafi meira eignarhald yfir sínu námi. I believe that if we really want our students to solve problems that we adults have not yet been able to solve, we need students to know how to be creative and innovative. And so we have to think of strategies to make innovation part of our culture. And we can't tell students that if you're more innovative, we'll give you a good grade. That just doesn't work. That doesn't make innovation happen. The way students are more creative and innovative is by getting to decide and having more freedom in how they spend their time. And that's one of the elements. So I ask my students to go out into the community and find a problem that needs to be solved. Skapandi hugsun, verklega greinar og listgreinar ættu að mati margra kennara að eiga miklu stærri hlut í námi barna í dag. It's so incredibly important for students to make because they need an opportunity to demonstrate understanding using the creative elements that inspire them and drive them. So we want to give kids an opportunity to demonstrate that understanding through the creation of things. And as people, we are makers, we are storytellers. It's the natural part of who we are, and education moved away from that for very long. And so I'm advocating to bring that back into the classroom. And I'm so lucky to be here in Iceland to see the great things that are already going on here to support teachers as they continue that journey. Students that sometimes are disengaged from the classroom, don't want to pay attention, don't want to sit still, you give them opportunities to make with clay or to paint or to build with Legos or to design with code. They're fully engaged and they're excited to show you what you've done and what you've learned, and they're proud of it. And when they're not forced to fit into a set box or a set assignment, they can explore and grow and sometimes find things that they're interested in that they didn't even realize. Iceland is heading in the direction and ahead of where we are in the United States. One of the things that really impressed me was a wood shop in every school I visited where kids in grades 1, 2, 3, 4, 5 are required to be in this wood shop and to learn and to build. And in the States, that would be terrifying to see a third grader with a saw. Like, parents would be horrified, but the fact that it's a part of the culture here, and I think that's the big thing that I'm working on, is changing the culture in the United States, school by school, to get them to understand that we need to change our culture about what we view as acceptable for our kids, because if they start learning to make at a young age, they'll always be creators instead of just consumers, which is really what we want to see from people all around the world. Ísak Óli Traustason nafn sem hefur vakið töluverða athygli í frjálsíþróttaheiminum, svo mikla að hann var valinn á þessu ári íþróttamaður Skagafjarðar fyrir árið 2017. Saga hans þó töluvert ólík öðrum afreiðsíþróttamönnum. Flestir afreksíþróttamenn hafa byrjað ungir að æfa, fá mikla þjálfun og keppa svo á mótum þegar réttur tími kominn. Þessi uppskrift á ekki við hann Ísak Óla Traustason, frjálsíþróttamann úr Skagafirði, sem á skömmum tíma hefur náð mjög góðum árangri í frjálsum íþróttum og var meðal annars kjörinn íþróttamaður Skagafjarðar 2017 fyrr á þessu ári. Ég byrjaði í rauninni að keppa fyrst, Keppti 2009 þegar ég var 14 ára á unglingalandsmótinu á Sauðárkróki og átti þá að vera að keppa í hestum líka. Ég var að keppa í hestum líka og skráði mig í frjálsar og fannst það bara miklu skemmtilegra, þannig að ég skellti mér í frjálsarnar eftir það. Ég var náttúrulega alltaf í íþróttum sem barn, Ég var í fótbolta með Smáranum hérna í Varmahlíð og svo fór ég einmitt að æfa hvað ætli það ekki verið í 7. og 8. bekk einmitt. Einu sinni í viku með Gunna Sig og svo fór maður aðeins að kíkja á æfingar á krókinn á sumrin svona einu sinni í viku
annars var maður bara í sveitinni að vinna og í fótbolta, sko. Og fótboltinn var í uppáhaldi fram til 13-14 ára aldurs en þá tóku frjálsar íþróttir við. Jú, það náttúrulega, maður bara mætti á mótin þegar maður var svona í kringu 16, bara úr sveitinni og bara var kannski að prófa, þú veist, greinar í fyrsta skipti þegar maður var að keppa í þeim. Ég var ekkert búinn að æfa mikið grind þegar ég keppti í henni fyrst. Varstu þá bara búinn að stökkva yfir girðingar eða? Já, bara stökkva yfir girðingar og stökkva yfir skurðina. Maður var ofta að leika sér í því að hoppa yfir skurðina, sko. Eftir að hann tók ákvörðun að einbeita sér að frjálsum íþróttum og tók málin föstum tökum má segja að leiðin hafi aðeins legið upp á við. Hann viðurkennir þó að til þess að ná árangri þurfi að láta ýmislegt á móti sér og hafa hausinn í lagi. Það var að taka ákvörðun hversu mikið maður langar til þess að ná góðum árangri og þá þarf náttúrulega lífstíllinn að vera í lagi. Og ég tek mig sem dæmi, þá náttúrulega var ég hérna í skólanum á Króknum og maður var alveg, leiði sér bara að vera, þú veist, unglingur og var að þroskast og var svona að djamma og djúsa og svona og ekkert að hugsa mataræði endilega. Svo einn kom með þetta og bara ákvað ég að taka til í mínum málum og fór bara í rækilega naflaskoðun. Maður var orðinn svolítið þungur og var samt ennþá að keppa og ótrúlega satt að ná bara ágætis árangri. Og þú veist, það var ekki, já, ég tók þessa ákvörðun sjálfur og þá bara hætti ég öllu svona djammi og djúseri. Maður alltaf fer út af lífi, sko, en maður er alveg hægt að gera það annars að vera með áfengi. En þú veist, ég er ekki með einhverja öfga, skilur. Ég tel allt sé gott í hófi og þú veist, maður þarf bara að gæta hófs í öllu. Þú veist, já, það er bara með allt, sko. Mömmumaturinn er bara bestur, í raun og veru. Það er bara, og svo fín regla eins og diskinn. Þegar kemur að íþróttunum þá er það grindahlaupið sem er hans sterkasta grein í sjö- og tugþraut. Sjöþraut er sett innanhúsþraut sem felur í sér 60 metra hlaup, langstökk, kúluvarp og hástökk á fyrirdegi. Og svo er seinni dagurinn 60 metra grind, stangarstökk og 1000 metra hlaup. Aðeins frábröðin tugþrautinni og svolítið auðveldari. Það er samspil margar greina og svo er þetta, þú veist, þú ert alltaf að keppa við sjálfa þig og þú veist, maður er bara að reyna að fá eins mörg stig fyrir hverja greinu maður getur. Og þú veist, það skiptir engu máli, þú veist, í hvað sæti maður er í hverju grein fyrir sig. Þú bara svona ert að horfa á þinn stigafjölda í samanburði við aðra. Og svo bara safnar maður í pokann og telur uppurunum í lokin, sko. Af því að þú hefur reynsluna úr hópíþrótt eins og fótbolta. Hver er munurinn á því að vera í hóp eða vera einn? Náttúrulega bara mjög mikil munur þannig að þú ert náttúrulega bara að treysta á sjálfa þig í frjálsum og þú veist, eiginlegu keppinauti er bara þú sjálfur. Þannig að þú þarft ekkert einhvern veginn að treysta á aðra nema í boðhlaupi eða eitthvað svoleiðis. Tugþrautin er sem sagt 2 keppnisdagar með 10 greinum frjálsa og á fyrri degi þá byrjar hann á 100 metra hlaupi. Síðan förum við í langstökk, svo kúluvarp, svo hástökk og svo endum við á 400 metra hlaupi sem er svo mjög gaman í lokin á deginum. Og svo vöknum við daginn eftir og hendum okkur í 110 metra grind, förum síðan í kringlukast, svo förum við í stangarstökk, svo í spjótkast og svo endum við á 1500 metra hlaupi. Þannig að, já. Hvað krefst þetta af manni? Þú veist, þetta er svo mikið. Þetta er náttúrulega krefst þess að vera bara í formi, góðu formi og andlega tilbúin í að takast á við, þú veist, hægðir og lægðir þessa 2 daga. Náttúrulega að það að hlaupa 400 er bara, þú veist, maður kvíðir alveg fyrir því og að það að geta, þú veist, einbeitt sér að einni grein í einu og líka eða einhverju vonbrigði, þú veist, segjum svo að maður á vond langstökk, að maður þarf bara að geta að setja bak við sig og einbeitt sér að þeirri næstu, sko. Ísak Óli flutti til Reykjavíkur til að stunda nám í íþróttafræðum. Þar æfir hann ásamt fleiri tugþrautaköppum við bestu aðstæður. Árið 2017 bætti Ísak Óli sig í að minnstakosti 14 greinum, bæði úti og inni og árið í ár byrjar vel. Það gekk bara eiginlega vonum framar. Þar sem að ég bætti mig í 6 greinum af 7 inni og sko með bætingandar í fyrra þá einhvern veginn kom þetta bara svona mjög óvart.
og ég semst bætti mig þá 300 stig eða 285 í sjöþraut og skoraði 5214 og varð í öðru sæti og var bara 80 stigum frá því að vinna og var að leiða þangað til í stangarstökkinu. Það var tekið frá mér þar Og stefnan að bæta sig enn frekar. Já, sjálfsögðu sko. Man alltaf komið með smá svona blóðtennurnar og þú veist, maður veit alveg hvað maður getur og með hvernig bætingarna hafa verið núna þá bara verður þetta vonandi svona áfram. Og ráð Ísaks Óla til þeirra sem að byrja keppni Ekki vera eitthvað að horfa of mikið á, þú veist, árangur strax. Frekar að keppa bara eins mikið og geta og fá reynsluna og leggja inn vinnuna og svo kemur bara árangurinn þegar að, þú veist, næg vinna og næg reynsla til staðar. Tekur allt sinn tíma og bara ekki vera óþolinmóð eða það gengur ekki upp á einu móti. Nú tökum við okkur smá hlé og kíkjum yfir í auglýsingar.